Herra forseti, það nú fleira en fullkomlega ógagnsæ vinnubrögð ríkisstjórnarinnar og mönd hennar með kröfuhöfum bak við lyktar dyr sem birtist svo í einhverjum niðurstöðum á vef fjármálaráðuneytisins klukkan 04:00 að næturlagi, svona til að undirstrika það hversu lokað þetta er, sem vekur áhyggjur þessar mundir og spurningar hvert Ísland er að fara. Ætli sé ekki allvíða óbragð í munni manna eftir sölu Arion banka fyrirfram á hlutafé í Símanum á vildarkjörum til góðvina sinna. Minnir þetta ekki á ýmislegt sem við héldum að ætti nú ekki að endurtaka sig á Íslandi? Og hvað er núna í fréttunum? Að lífeyrissjóðir selja næstum 20 milljarða eignasafn án nokkurrar auglýsingar, án þess að aðrir eigi þess kost að bjóða í það. Og hver er þar undir og yfir og allt kring? Hann er ekki bara báðum megin eða öllum megin við borðið, hann er ofan á því og undir því líka. Það er Arion banki. Arion banki á hlut í seljandanum. Arion banki á hlut í kaupandanum. Arion banki eða fyrirtækjaráðgjöf hans sá söluna og Arion banki fjármagnaði kaupin. Verður það fullkomnar en þetta? Og ég verð að segja alveg eins og að það vekur hroll hjá manni í hvaða átt þessi mál er að fara. Þetta er ekkert annað en 2007 siðmengunin sem er að læðast aftan að okkur á fullri ferð. Og ríkisstjórnin er þar ekki betri en aðrir með sínum vinnubrögðum bak við luktar dyr og fara þó þar fyrir þeir menn sem sennilega hafa haft stærstu orðin af öllum í lýðveldissögunni mikilvægi gagnsæis hér í þessum sal á síðasta kjörtímabili. Og ef það er eitthvað sem þetta vekur okkur virkilega til umhugsunar þá ætti það að vera að það er ekki seinna vænna að aðskilja viðskiptabanka og fjárfestingabankastarfsemi. Bankarnir eða Arion banki í þessu tilviki eru að misnota það að geta möndlað bæði með eignir og eignasöfn sem þeir hafa í höndunum, rekið fyrirtækjaráðgjöf og verið svo viðskiptabanki og fjármagna viðskipta þessu tagi. Þetta er algerlega óþolandi, herra forseti, og nú stendur upp á stjórnvöldum að gera eitthvað í þessum efnum.